Þurfum við eitthvað að tala? Já. Er ekki það? Hversu næmur er það? Halló, halló. Við erum hérna á fyrsta Unbroken mótinu sem að er með Bara mótorröð sem er svona mínútu mótorröð sem við höfum, það sem er undankeppni og svo úrslit. Krakkarnir fá sér eina mínútu í hverja leið í undanúrslitum, svo fá þau núna 3 tilraunir í úrslitum. Þetta er úrslitin sem eru komin og bara oft fara hér að stað fyrstu keppendur kvenna og karla flokksins. Undanúrslitaumferðin var virkilega erfið í dag og þess vegna var öllum keppendum boðið að prófa úrslitaleiðina. Og hérna fer fyrsti keppandi í karlaflokki af stað. Og hann datt hérna óheppilega strax við byrjunin á leiðinni, þannig að eins og við segjum, það er bara 3 tilraunir í heildina, þannig að hann fer bara aftur í röðina og bíður eftir að allir aðrir keppendur hafa prófað þessa leika einu sinni. Keppendur klifra leiðirnar beint af augum sem þýðir að þau hafa ekki séð aðra keppendur klifra leiðina í fyrstu tilrauninni sinni. En eftir fyrstu tilraunina þá mega þeir fylgjast með næstu keppendum klifra og reyna að fá vísbendingar hvernig á að klifra leiðina frá þeim. Og hér fer Garðar af stað. Hann nær öruggri byrjun. Hann rennur sömuleiðis af byrjunargripinu. Þetta er mjög sleipt, það lítur ekki alltaf þannig út, en gripin eru sleip, það er auðvelt að detta og þetta eru snúnar hreyfingar. En svo líka, nú fer Leo af stað, já. Það er alltaf mikið stemning í húsinu, við heyrum að tónlistin er há og hérna, nú fáum við líka að sjá stelpurnar sem er glæsilegt. Mér sýnist Hrefna vera komin á vegginn, en hún er þriðja seinust, þannig að stelpurnar hafa byrjað þess fyrir. Það er óheppilegt að við fengum ekki að sjá þær alveg frá byrjun, en svona er þetta, tæknir örðuleikar. Nú sjáum við hvernig gengur. Hér fer svo Pétur af stað stráka með. Og við sjáum þetta að strákarnir eiga svolítið erfiðleikum með byrjunina. Það lítur út fyrir að snúið að ná öllum 4 útlumum á rétta staði og byrja að fara af stað í næstu hreyfingar. En það komið Andra að reyna og Þórdísi hinum megin. Tæpar hreyfingar þarna. Og nú kemur, Þórdís tæp á miðjunni. Datt svolítið frá veggnum, hefði verið gott að ná að toga sig nær veggnum fyrir hreyfinguna. En við kannski sjáum hvort Agnes ná að toga sig nær veggnum og halda stöðunni. Á meðan fer Gunnar af stað í kallaleiðinni. Sjáum hann er öruggri byrjun og er tæpur á hreyfingunni. Nú sjáum við hvað Agnes gerir. Hún sýnist bara að fara út með fótinn fyrst. Hún fer hægt í þetta. Það ætlar að reyna þetta statísku leiðina. Dýnamíska leiðin er líklega auðveldari. Mjög nálægt því að halda henni. Agnes var síðasti keppandi í kvennahringnum og núna fer Benita af stað í aðra tilraunina sína sem að við mistum af. Við mistum af fyrstu tilrauninu hennar. Við mistum af fyrstu 4 keppendum hjá stelpunum. Sjáu þetta var góð tilraun. Þarna reynir Sævar.
En svo getum við líka búist við því að keppendur komist lengra í tilraun 2 og 3. Þau eru aðeins búin að fá tilfinningar fyrir hreyfingunum, reyna að koma sér aðeins inn í þetta. Katla örugg í byrjunni, nálægt því að halda miðinni, mjög gott. Heimir komið sér fyrir. Heimir er góður á slappi, hann er að fara að taka þetta. Ég er full að trúa kallinum. Koma. Sko. Örugstaða, vel gert. Og Viktoría, sömuleiðis. Nei, svo tæpt. Næstuð með þetta. Nú sjáum við Heimir beitir sér vel á slappinu. Alveg nær að mjaka sér. Nei, og svo rennur hann. Greinilega fleiri tæpa stuður á þessu slappi en byrjunin. Þá komum við að Sigrúnu. Það er breyning þarna. Þetta er Gunnar að stað hjá strákunum og hann er byrjunarstöðunni. Þetta er tæknilegt, það er erfitt. Herður, gerir þetta með stæl. Nú bara spurning, hvernig honum farnast í næstu hreyfingu. Svo er þarna að fara í sína aðra tilraun. Nær miðinni. Næstum því. Við sjáum Gunnar, hann er góður í svona dýnamísku slappi. Það þurfti bara að vera aðeins ákveðnari. Ég held að hann taki þetta næst. Það er sem betur fyrir að hafa 3 tilraunir, 1 tilraun eftir. 2 hjá strákunum með það ekki. Já, þeir eru svo margir. Kemur það. Háló er að fara af stað á strákamegin og Agnes stelpumegin aftur. Agnes næstuð með þetta. Háló nær fyrstu hreyfingunni og fer öruggar af stað á tæpa voljúminn, tæpa kassan. En sjáum að strákarnir eru í vandræðum að reyna að smyrja voljúminu til þess að halda sig í veginn. Spurningin er hvort það sé ekki bara betra að vera svolítið ákveðin og fara út. Gera hreyfingunni í einni sirpu í staði fyrir að vera mjaka sér svona yfir. En þeir hljóta að leysa þetta, þeir núna sjá að horfa á hvern annan. Er það komið að Kötlu aftur. Þetta er aftur aðeins svo langt frá veginn. Hlynur er síðastur af stað í kallaflokkinum, hann var fyrstur inn í úrslitin. Og hann er mjög góður á slappi. Við eigum alveg von á að sjá hann ná langt. Og hann rannur líka á kassanum. Mjög tæpur þessi kassi. En svo sjáum við Hrefnu, hún er að fara aftur á stað, byrjaði að busta. Hún var mjög nálægt að ná hreyfingunni á hann. Og mig grunar hún haldi núna. Þetta er 3. tilraunin hennar. Og ég held að það þurfi ekki nema 3 ár. Það er að góða við þetta. Koma Hrefna! Yes! Glæsilegt hjá Hrefnu. Hún nær þarna miðju og heldur áfram. Og Hrefna, hún klifrar þetta svo hratt og hún fór út úr myndinni. Og einmitt sem við vildum ekki sjá. Þetta er bara svona. Herðu, hún nær toppnum. Frábært hjá Hrefnu. Hefði viljað sjá það. Hefði verið gaman. Það var breki í tilraun nr. 2. Og komst lengra enn í fyrstu. Þá er komið á þörd sinn. Já. Þá er eftir. Tilraun 3 er bara tilraunin sem stelpurnar þurftu. Núna fer þetta að keyra í gegn hjá þeim. Svo eru öruggar áfram. Mér
mér heyrist hún hafa náð líka. Já, stór glæsilegt hjá henni. Þarna fáum við að sjá endagripið hjá stelpunni. Og Agnes rétt missir það. En Garðar mættur á slappið. Stelpurnar eru núna búnar með fyrstu laugina. Þær eru færri strákarnir eins og við tölum áðan, þannig að þær fá núna aðeins meiri hvíld bara þangað til fara í leið 2 og strákarnir klára hérna hægt og rólega. Það verður gaman að sjá allavega miðju hjá strákunum. Þeir eru í svolitlum vandræðum með voljúmið. Og það er komið að Leo aftur. Þetta er síðasta umferðin hjá strákunum núna. Leo fer öruggur af stað. Kemur sér mjög nálægt á vagninum. Já, flott hjá Leo. Mjög góð flinkur á slappi. Vel gert, Leo. Góður að beita sér. Já, tegir sig alveg upp með fingurgómunum. Þetta er gríðarlega erfið stelling sem hann er að halda einhvern veginn. Frábær tilraun hjá Leo. Mikil teygja í þessari stöðu. Ótrúlega vel gert hjá honum að halda þessu. Herðu, við sýnum. Pétur rennur af byrjunargreipinu. Og þá komið Andra. Andra nær byrjuninni, kemur sér fyrir en dettur frá veggnum strax. Mikilvægt að halda líkamanum nálægt veggnum á meðan maður kemur sér fyrir áður en maður fer og stígur út í næsta. Þarna fer svo Gunnar af stað. Hann kemur sér upp og nálægt veggnum áður en hann fer út. Já, og heldur. stýgur örugglega yfir. Þá komið að allræmda voljúminu. Nú heyrum við að tónlistinni farin í gang. Þetta er einmitt það sem við þurfum. Halda stemningunni hárri, hafa þetta dramatískt og gott. Nú sjáum við Gunnar reyna við slappið. Og hann stígur. Hann reynir að taka þetta í meira flæði eins og þú varst að tala um áðan. Heldur betur. Það tókst í miður ekki hjá honum. Hann datt svolítið mikið frá veggnum þegar hann stígur á voljúminu. En frábær tilraun engu að síður. Algjörlega. Þá komið að Sævari. Sævari er að busta. Er að koma sér fyrir. Þarna. Örugg byrjun hjá Sævari. Sjáum að halda sér mjög nálægt veggnum. Erfitt fótamatch og svo þarf hann að stíga út. Það góða við þetta er að þau eru ekki á tíma, þannig að þau mega bara taka sér sinn tíma til að koma sér í öruggarstöðu og fara bara af stað þegar þeim líður vel. Frábært. Nú komið heimi. Já, mjög sniðugt forma. Þau hafa tíma fyrir tilraunina sínar en þurfa að nýta tilrauninnar vel. Hér heimi komin af stað. Sjáum hann kemur sér vel fyrir og stígur örugglega út. Hann er með þessa hreyfingu á hreinu núna. Nær að matcha fótunum. Nú er mikilvægt að smyrja vel, setja mikla þyngd í fótinn, hælinn niður og þið sjáu það. Hann er að mjaka sér en rennur.
mjög erfið staða. Ef hann dettur smá frá veggnum þá er erfitt að halda stöðunni. Það þarf að halda sér mjög nálægt veggnum til þess að ná að stíga á þetta voljum. Nú er komið að Gunnari. Hann er líka komið fyrstu hreyfinguna alveg fastar. Eins og ég sjáu þar kepptu góðir að leið og þeir ná hreyfingunum þá vita þau hvernig þeir beita sér í þessu og þeir ná þessu aftur og aftur. Þá er það bara að vinna sig áfram, hægt og rólega að ná þau seinni pörtunum og Kúnsteinn er bara að ná því nógu snemma. Ég sjá að hann er byrjar líka að smyrja. Reynir þetta aftur dýnamískt en dettur út. Það er eins og hann sé búinn að átta sig á því að það er erfitt að smyrja voljúmið og kannski líklega bara betra að henda sér af stað ef hún er að koma þér nógu innanlega í hornið þar sem miðjan er. Hér gerir Pálo mjög dýnamísku klifurari og ég gerir ráð fyrir að hann hoppi eins og Gunnar hafi reynt. Þeir geta fylgst með hverjum öðrum, lært af tilraunum hinna, þannig hann hefur kannski... En það var góð tilraun hjá Pálo. Ég held að hann hafi líka bara sýnt hlina, geti mögulega stíð út áður en hann fer af stað. Strákarnir eru liðir og þeir geta stíðið langt út, þannig að þeir eru í góðum málum held ég núna. Sérstaklega Hlynur, búinn að fá að sjá alla keppendur klifra með þetta allt upp á 10. Öruggur í fyrstu hreyfingunni, fyrir upp í litla kantinn. Nú sjáum við Matti. Hlynur hreyfir sig mjög örugglega á slappinu. Hann er mjög treystir löppunum vel, engar efasemdir að hann haldi ekki. Mjög nálægt datt aðeins og langt frá veggnum undir lokin. En þá er stráka umferðin greinilega ekki búinn. Þeir eru alltaf margir. Þeir eru alveg næstum því helmingi fleiri en stelpurnar. Þannig það er alveg lógískt að þeir taki lengri tíma og þessi leið er mjög tæp. Hver tilraun tekur langan tíma. En meira klúður frá okkur. Við þurfum að sæta okkur þetta. En Breki nær þessari fyrstu hreyfingu mjög fallega. Bæði Pálo og Gunnar og Hlynur líka, reyndur. Honum hefur leitast vel á þá tækni. Hann er ekki alveg að finna jafnvægisstöðuna. Það þarf, já, þetta líst mér vel á. Einmitt. Ný hugmynd. Vel leist hjá Breka. Vá. Kemur sér fyrir. Og rennur. En hann náði góðri jafnvægisstöðu. En það góða við þetta er að allir hinir strákarnir að horfa og þeir munu pottþétt nýta sér þetta. Frábær hugmynd hjá Breka og já, það njóta allir góðsæði þegar eitt var góð hugmynd. Nákvæmlega. Það var að koma að Garðari. Kemur sér hérna fyrir í byrjunarstöðunni og passa sig að koma sér vel fyrir fyrstu hreyfinguna sem er tæpar en og lítur út fyrir að vera og hann nær því. Já, þeir eru farnir að láta fyrstu hreyfinguna líta út fyrir að vera mjög auðvöld en hún er virkilega tæp. Hérna er Garðar kominn að þessari hreyfingu. Hann virðist alltaf að nýta sér aðferðina hans Breka. Þetta er frábært. Þetta er það sem við viljum sjá.
stígur út, nær að halda, þá er bara að passa að missa ekki þyngdina að vinstri fætinum áður en maður fer út. Mjög mikilvægt annars rennur maður svona eins og gerist hjá Breka, en sjáu nú nær Garðar næstum því miðju. Hann þurfti að vera ákveðinn upp á hægri fótinn, koma þyngdarpunktunum yfir, en eins og við sjáum það er mikið stemning í húsinu og fólk fara að dansa í bakgrunni. Þá er Leo að fara í sína síðustu tilraun í þessari fyrstu leið og ætli hann geti nýtt sér sömu aðferð og Riki og Garðar voru að gera. Ég er ekki viss um það. En við sjáum til. Hann nær fyrstu hreyfingunni mjög örugglega. Hann er kominn með hana alveg á hreint. Hann virðist hafa, já, hann pressar hana í efri kantinn og grípur síðan í hliðargripið. Kemur sér örugglega upp á gripið en dettur aðeins frá veggnum. Góð tilraun hjá Leo. Mjög flott tilraun. Ég sjá svo að Pétur nær öruggri stöðu í byrjuninni. Hún hefur verið í smá vandræðum með að koma sér upp, en lítur mjög vel út svona núna, en dettur aðeins frá. Hann þarf ekki nema bara nokkra sentimetra á þessum gripum. Nokkra sentimetra frá veggnum því að þú getur dottið af eins og mér sýnist hafa gerst hjá andra líka. Já. Svona sjáum við Gunnar gera sér tilbúinn. Hann komst á hann á voljúmið. Ég gerir ráð fyrir að hann reyna eitthvað sambærilegt og Breki sýndi okkur áðan. Reyna að fara niður og stíga út snemma. Hann pottet nýta sér þá góðu hugmynd. En hann fyrir örgur af stað. Nú er hann stíga út og snöggur að grípa. Flott hjá Gunnari. Já, sterkur. Vel bjargað. Nú þarf hann að stíga upp á. Nú sjáum við hvort hann reyna það sama. Hann nær fótskiptinu mjög vel og mér sýnist að hann ætla að reyna. Löng teygja niður og mjög þægilegt. Hann nær ekki jafnvel á gripið frá kantinum og hinir. Eins og ég sjá þetta mjög teygð staða. En mjög flott tilraun. Sæði var að gera sig kláran, bursta gripinn og kassan. Og þá Sæði að fara á stað. Halda sér alveg upp á veggnum. Og rennur þarna í byrjun. Ósáttur með þetta slagra þessi vegginn. Það kemur með þessar mikla tilfinningar í leiknum, það er bara þannig. En það er allir hérna til þess að æfa sig. Við vitum líka að hann er brosandi glaður þó hann fór út af myndavélinni. Það er allir ánægðir hér á bæ, góð tónlist, mikil ánægja ríkir.
þá kom það Heimi og þá er spurning hvort að hann nýti sér líka það sem Breki kom með á hann. Það verður gaman að sjá. Heimir með langa lappir og mjög góður á slappinu. Nú það bara að prófa stöðuna og já, frábært nær fyrstu hreyfingunni út. Við sjáum að hann gerir þetta mjög örugglega. Nú stígu upp á góð fótskipti og já, ætlar að teygja sig niður. Þetta lítur út fyrir leiðin. Nú séu að teygja sig langt út. Hann nær á fótinn og heldur stöðunni. Hvað ákveðin úti er hann? Yes! Frábært hjá Heimi. Heimi nær hann að miðju. Vel gert hjá Heimi. Virkilega vel gert hjá Heimi. Og nær næstu hreyfingu. Sjáu hvernig niður, kemur sér í hornið. Þá kemur síðasta hreyfingin. Nær hann topp. Þarf að vera ákveðin upp. Þarna. Já. Og hann heldur toppnum. Vel gert hjá Frábært hjá Heimi. Kemur fjórði inn. Ungur og öflugur. Búinn að klifra mjög vel í dag. Og er fyrstur að ná miðju og topp í fyrstu leið. Já. Setur smá pressu á strákana núna að þeir þurfa að klára. Þeir eru 3 eftir. Gott þegar Heimir ungur og öflugur gutti kemur og klára leiðina fyrir á undan eldri strákunum. En nú sjáum hvað þeir gera. Þeir geta þá nýtt sér það tækni sem að hann sýndi þarna. Það er það góða við þessa keppni. Gunnar líka mjög öflugur á slappi. Sjá hann kemur sér vel fyrir en missir sig út. Þú sjá þetta er teygð hreyfing. Maður þarf að passa sig að detta ekki of langt frá veggnum. Treysta vel fótum. Mér sýnist hann hafa runnið af kantinum og þá mist líkamann frá veggnum. Erfitt að bjarga sér úr því. En Pála fer af stað, alveg mjög öruggur í fyrstu hreyfinguna. Kemur sér í sömu stöðu. Mjög auðvelt að renna þegar maður er að færa sig svona til. Sjáu þegar maður teygir sig svona niður þá dettur rassinn langt út, þá er þyngdarpunktur frá veggnum og þá er auðvelt að renna af gripunum. En svo þegar maður er komið með löppina út þá getur maður aftur að færa þyngdarpunktur nær, haldið sér nálægt eins og Pála gerir þarna og þá er aðeins auðveldara að ýta sér út í hliðina. Og hann rétt missir að því. Hann var eiginlega að detta áður en hann fór af stað. Þannig að ef hann hefði verið kannski í öruggri stöðu þá hefði hreyfingin verið betri, hann hefði komið sér inn í hornið og náði að halda þessu. En hann fann ekki alveg punktinn. Hérna er Hlynur að gera sig kláran að fara af stað og ég hef trú á að hann geti náð sömu hreyfingu á Heimir. Hann er mjög góður á slappi, Hlynur. En við sjáum hvað sér. Hann veit hvað hann þarf að gera. Hann er alveg með þetta á hreinu. Það er bara örugglega í gegnum fyrstu hreyfingarnar. Þetta lítur út fyrir að vera ekkert mál fyrir hann en er mjög tæpt. Mjög öruggur, hann er að stíga vel út. Missir hendina líka eins og Gunnar og dettur þá út. Fyrsta leiðin fer þá þannig að Heimir er eini sem nær bæði miðju og topp. Þeir sjá að Hlynur er ósáttur með þetta og vill reyna þetta aftur. Hann gefst ekki upp strax, en þetta er leiðin til þess að vera góður. Maður þarf að reyna aftur og aftur og aftur. Því miður eru bara 3 tilraunir sem gilda, þannig að við sjáum að hann næri þessu núna strax. En það er því miður ekki stig fyrir þetta. En hann er bara náð þessu fyrir sig. Já. Þá er komið að leið númer 2. Stelpunar eru búin að fá góða hvíld á milli. Þær fara hérna í leiðina vinstra megin, þessa fjólublaði.
Við sjáum hérna Benedikt vera að bursta gripinn áður en hún fer af stað í sína fyrstu tilraun í leið númer 2. Strákarnir eru svo hægra megin í bláu leiðinni. Og hér er Benedikt á leiðinni af stað. Fer upp í byrjunarstöðuna og dettur smá frá. Það sést kannski núna allavega á hægri skjánum að allir strákarnir snúi sig við á meðan Breki fer af stað, þá má enginn sjá hvað hann er að gera í byrjun. Og þannig er fyrsta tilraunin, svo eftir það þá með allir horfa. Þannig að það besta fyrir keppnina er rauninni ef hún nærðist í fyrstu tilraun sem fyrsti keppnandi, þá fær enginn að sjá hvað þú gerðir rétt til þess að ná þessu. Það er svolítið gott. Það er bara spurning, þá kemur Katla, hún fer af stað, kemur sér upp í stöðuna. Katla mjög örugg í stöðinni og skýtur sig út í miðjuna en rennur af. Breki kom inn í uppástöðuna og nær fyrstu hreyfingunni. Og Viktoría farin af stað hvanna megin. Komin upp. Góð tilraun hjá Breka. Mjög flott. Kommittað í þetta, næst er hann með þetta alveg örugglega. Viktoría mjög sterk, sjáu hana fer statíst upp. Það er gott Núna að hafa. geta Benedikt og Katla nýtt sér þessa tækni í næstu tilraun. Og læsir sig þetta beint yfir, tegir sig. Hreyfingin er löng og er hugsuð kannski aðeins öðruvísi á meðan Nær Garðar miðju. Garðar heldur í no texture gripið, gríðarlega sleipt og klárar fyrstu leiðina örugglega á meðan Viktoría bara örugglega upp í næst síðasta gripið og matchar þetta á loka gripinu. Öruggt á Viktoríu. Viktoría nær topp. Þetta köllum við flass. Frábær byrjun hjá bæði henni og Garðari. Að ná flassi núna bara strax í leið númer 2. Setur þau í mjög góða stöðu. Það geta bara núna slakað á þangað til að kemur á þriðju leiðinni. Þau fá góða hvíld núna. Hérna fer Sigrún af stað vinstra megin og Leo hægra megin. Leo nær fyrstu hreyfingu. Og sömuleiðis Sigrún. Stígarn hans er hátt. Nú já, Leo kemst upp á fótinn. Sigrún virðist ætla að gera þetta eins og Viktoría gerði þetta. Hún sá Viktoríu hins vegar ekki klifra. Ég reyna að fikra sig áfram. Það er erfitt að koma sér upp á fótum. Hún er þarna í djúpri hnepi en hún er með sterkar lappir og bara mjaka sér upp. Virkilega sterk. Og nærmiðju, örugglega. Ákveður hann aðeins að hvíla sig, laga hárið, gera sig tilbúin í síðustu hreyfinguna og gerir það heldur örugglega. Rosalega sterk. Mér sýndist að sjá þarna Pétur líka fara af stað en Sigrún komst í næstsíðasta gripið en náði ekki að grípa í lokagripið, þann þarna. Ákomið hrefnu og Andri fyrir þarna örugglega stað nær fyrstu hreyfingunni. Mikill sprengikraftur. Og hittir ekki alveg í tákrökinn. Það er ekki samhæfingarhreyfing þarna. Þarna fara hún af stað í sína fyrstu tilraun. Nær fyrstu hreyfingunni örugglega. Vel gert og reynir, já, heldur sér vel að veggnum. Gunnar hittir hann ekki alveg inn á fyrstu hreyfinguna en á meðan Hrefna er að fara hægt og rólega að reyna að finna sér góða stöðu til þess að geta ýtt sér upp. Við sjáum að þetta er djúp hnepi sem er erfitt að koma sér af stað og þar líklega að gera þetta kannski dýnamískt eins og við sjáum hún gera og hún hittir beint á góða partinn af gripinu. Mjög fallega gert. Það er mitt
þarf annarkvort að vera, þær þurfa að vera góðar í samhæfingarhreyfingum eða með mjög góðan fótastyrk. En núna er hann yfir í næst síðasta gripið. Og rennur líka. Þetta grip sleipar en þau láta þetta lítið út fyrir að vera með gríðanlega putastyrk. Þannig að þetta feikið erfitt að matcha þarna áður maður fer yfir. Bara spurning að beita sér rétt. Þannig er Þórdís að bursta gripinn áður fer af stað og Sævar gerir sig tilbúinn í fyrstu hreyfinguna í leiðinni. Nær ekki að halda þeirri stöðu. Snýst svolítið frá vagnum. Og Heimir fer af stað á eftir honum. Þetta Þórdís að þrýsta sér upp og kemst upp í axlapressuna. Mjög sterkar axlir. Heimir sömuleiðis fer af stað, hittir. Það er eins og þessi hreyfing er betri fyrir að fara með vinstri hendina. Þannig að beita koma þyngdinni betur inn í. Heimir næstum því fer þetta í fyrstu tilraun. Frábær tilraun hjá Heimi. Ég grunar að hann taki þetta bara í næstu tilraun. Þetta leita öruggt út og hann veitir nákvæmlega hvað hann er að gera næst. Meðan Þórdís búin að náða miðju og farin af stað í átt að endinum. Hleypur gegnum þetta og sjáu að halda mjög fast þarna til þess að komast í næsta greip. Og hún gerir það og nær. Hún heldur. Hún toppar. Hún nær flassi í leið nr. 2 eins og Viktoría. Gunnar nær samhæfingarhreyfingunni í tákrókinn. Og stoppar eins og Garðar í Compression No Texture grifinu sem leit út fyrir að vera bara góð leið til þess að stoppa. Maður hefði nú ekkert vonað því að vera gott að stoppa í gripi sem hefur engri áferð en þeir bara láta það lítið út fyrir auðvelt og Gunnar gerir sig kláran í síðustu hreyfinguna og rétt missir af því. Á meðan fer Agnes sterk á stað. Hún nær miðju og heldur ótrúið áfram. Hún lætur þetta lítið út bara fyrir að vera frekar þægilegt til Agnes. Öruggt hjá henni, hún klárar leiðina. Þá koma Pálo. Og hann stoppar eins á þessu glæra no texture gripi. Nær miðju. Gerir sig kláran í síðustu hreyfinguna og mikinn sprengikraft en þarf ekki neitt við því, hann bara fleygir sér upp í síðustu gripið og heldur. Það þarf ekkert annað. Góð tilraun hjá Pálo, klárar þetta strax og er eflaust ánægður með þetta heldur en fyrir leiðina. Henni Benita farin af stað í tilraun nr. 2 og Hlynur í sína fyrstu tilraun í leið nr. 2. Benita nær hérna miðju. Þarf að fara sérstaklega upp í miðjuna til þess að fá það gert. Flott hjá Benitu. En klárar líka leiðina. Klárar örugglega leiðina. Nú koma Hlyn. Hlynur heldur samhæfingarhreyfingunni þarna út í miðjuna og tegir sig auðvelt uppi. Auðvelt. Lítur út fyrir að vera auðvelt. Er það samt það ekki? Breki fyrir af stað. Veit alveg hvað hann á að gera. Það stopp ekki núna svona eins og hinir strákarnir. Hann er ekki alveg að halda sér upp við vegginn eins og þarf að gera til þess að ná að halda þessari stöðu. Katla rétt missir af gripinu. Dettur svolítið frá veggnum þarna í lokin. Þurfti örlítið meiri sprengikraft til þess að ná að halda þessu gripi. Þú sjáum Sigrúnu fara af stað. Hún datt í síðustu hreyfingunni síðast eða ekki? Þannig að örugglega Hefur nú séð hvernig hinnar hafa klifrað það, getur nýtt sér það.
Stelpurnar eru búin að sýna það, bæði þetta krossa, það er hægt að matcha og fara svo yfir eða bara einfallega eins og Agnes að fara beint út í lokagripi frá þessum hvíta langa slóper sem hún er haldið hérna. Bara hvað finnst þið? Og Sigrún gerir eins og Agnes, heldur bara áfram og nær góðum topp, mjög öruggt. Mjög falleg hreyfing. Þá kom að Hrefna spurningu að hún nýti sér núna eftir að sé hérna og Andri nær núna hreyfinguna aftur eins og hann gerði áðan. Það er spurningu hvort hann náði fótaskiptunum og grípur með tánni og hann gerir það, flott. Vel gert hjá Andra. Nú var það ákveðin að stíga snögglega yfir og halda sér nálægt. En hún er ekki alveg að koma sér af stað, hún dettur aðeins mikið út. Og Gunnar fer af stað og fer núna með vinstri, miklu betra. Hefur séð það hjá hinum að það hefur gengið betur. Og rétt missir á tánni. Á meðan fer Hrefna örugglega upp í miðjuna aftur og dýnamist niður í hvíta. Hún er með style point var Hrefnu, þetta er töff. Og nú sjáum við hvort hún reyna að gera það sama, framleggja eða krossa eða matcha. Nú er spurning hvað Hrefna gerir, hún matchar mjög sterk og krossar undir eins og Benita, frábært. Hún klárar þetta, heldur betur gott í Hrefnu. Sævar fyrir stað, frábært á Sævari. Örugg byrjun. Það var bara að koma sér í tákrökin. Þetta eru fljót skipti með tánni og svo grípur hann. Mjög vel gert. Það er erfitt að missa sig ekki frá veggnum þegar þú sleppir tákröknum til þess að generata, en sjáu þið Sævar gera þetta frábærlega. Hittir bara ekki alveg á fótinn þetta hægra megin, en góð tilraun. Og Katla fyrir aftur á staði, missir sig aftur aðeins svo mikið frá veggnum. Þetta var síðasta tilraunin af Kötlu en þetta er tilraun 2 hjá Heimi. Hann átti mjög góða fyrstu tilraun, datt á því að fara út í miðjuna. En núna búinn að sjá hérna og gerir þetta örugglega. Nú er það bara að klára leiðina og ætli hann geti ekki teygt sig upp eins og Hlynur og þeir. Eða hvort hann þurfa að hoppa eins og Gunnar, það er spurning. Hann örugglega nær hann að teygja sig hann Heimir og klára leiðina hér. Kom með 2 toppa hjá strákunum, alveg frábærlega vel gert hjá Heimi. Mjög vel gert hjá Heimi. Stelpurnar eru allar búnar með sínar tilraunir, þannig að við fylgjumst bara með strákunum eins og áðan. Gunnar farinn af stað í tilraun nr. 2 og heldur eins og áðan í glæragripið og fer í miðjuna. Og teygir sig núna upp eftir að hafa séð strákana teygja sig upp. Algjör óþarf að hoppa þegar maður er nógu stór, bara frábærlega vel gert. Mjög vel gert hjá Gunnari. Nú er það 3. tilraun að spreka. Þið takið eftir því að leið þau ná að klára leið þá taka þau ekki fleiri tilraunir í þá leið. Breki mjög nálægt í að halda hreyfingunni, hann rennur af vinstri fætinum. Þá komið að Leo. Sjá hvað hann gerir hér. Einbeittur, duglegur að busta. Sjá að hann ætlar sér að ná hreyfingunni núna. Fínt fyrst að hafa nægan tíma, að bara nýta sér tíman og busta vel gripinn. Kom í veg fyrir að renna og uppilega af. Hann kemur sér fyrir í fyrstu stöðunni og nær fyrstu hreyfingunni örugglega. Frábærlega vel gert hjá Leo. Og kemur sér bara upp á fótinn á þess að grípa með tanni. Virkilega góð líkansbeiting hjá honum Leo þarna.
Þetta er ekki auðvelt. Það er ekki auðvelt að ná þessu. Nú er það bara að ná að koma sér af stað. Ég sjáu að það er erfitt að koma þyngdinni yfir fyrsta fótinn til þess að byrja að kasta sér yfir. Þeir þurfa að búa til hreyfingu út frá veggnum til þess að mynda þessa dýnamísku samhæfingarhreyfingu. Erfitt að búa þá hreyfingu til í þessari stöðu. Andri fer þarna örugglega upp fyrstu hreyfinguna. Nú mistum að Pétri, hann hitt ekki inn á fyrstu hreyfinguna og Andri aftur missir tákrokkinn. Og þá komið að Gunnari. Gunnar náði fyrstu hreyfingunni enda að setja tána út og missir núna af tvegginu. Óheppileg síðasta tilraun, hann komið að Sævari. Klárar sína síðustu tilraun. Sævar fer af stað. Hann gerir fyrstu hreyfinguna, örugglega. Virkilega vel gert hjá Sævari. Nær tákrokknum vel. Nú er það bara nær hann að búa til hreyfinguna vel. Tói sér vel. Já, flott hjá Sævari. Virkilega vel gert. Gerir þetta, finnst það líta bara vel auðvelt út, en þetta er allt bara spurning hvernig þú byrjar þessa hreyfingu. Og hann veit hann getur drifið, hann heldur þessu frábært. Lítur út fyrir að hafa farið með vinstri fótinn upp fyrir gott mótvægi. Sævar ánægður með þetta og þá sjáum við Gunnar aftur hann sleikir sér. Gunnar nær þarna hreyfingunni. Þeir eru búnir með tilraunirnar sínar en þau eru svona smá að leika sér að reyna að ná leiðinni. Bara þeir hafa gaman að því. Þá er komið að síðustu leiðunum hjá krökkunum í dag. Sjáum kvennaleiðina hérna villistra megin með rauðum og svörtum gripum og kallaleiðin er hérna hægra megin með grænum og rauðum gripum. Birtan er pínu skrítin. Þannig sýndist þau vera bleik í smá stund. Svo sáum við líka eins og núna hjá stelpunum að þetta byrjar í stórri sveifluhreyfingum. Það þarf að fara þarna fram hjá Unbroken skiltinu, beint í rauðu gripinn og fá nú að sjá hverjir brotna undan áhrifum skiltsins. Mér sýndist Breki vera farin að stað í fyrstu tilraunina sína strax. En Garðar fyrir hérna af stað nær miðjunni. já, þess maður geta Breki náðu líka miðjunni, hann hitt ekki á næstu hreyfingu. Garðar lætur næstu hreyfingu líta auðveldlega út, mjög sterkur og klárar leiðina auðveldlega. Þess maður geta, hann er búinn að duglegur að drekka Unbroken, þannig að það er hann lætur þetta ekki hrjá sig, hann bara hleypur í gegnum þetta. Þá fer Benedikt af stað. Sjáum hann að hún fyrir að búa til stóra sveiflu. Hoppa á vinstra gripið. Þetta er mjög stór hreyfing hjá stelpunum. Það eru bara að ná góðri sveiflu. Við sjáum Leo fyrir stað. Reynir að gera þetta statískt. Strákarnir voru að geta dýnamískt en Leo velur yfirleitt statísku leiðina ef hann getur og lætur það hér líta bara vel þægilegar út.
Næsta hreyfing er stór en hann nær þarna miðju, örugglega, mjög flott hjá Leó fyrstu tilraun. Já, hann nær miðjunni en það er erfitt að búa til þessa stóru hreyfingu upp í græna og hvíta gripið. Hér er Viktoría að fara af stað. Býr til sveifluhreyfinguna. Og til okkar er kominn keppandi í strákaflokkinum, Garðar, sem kláraði síðustu leiðina bara, lét hann að líta út fyrir að vera auðvelda. Og hefur einhverja fleiri, Já, bara, þetta var ógeðslegt fyrsta slag. Þar hafið þið það. En mjög flotta leiðir. Mjög flotta leiðir, já. En hvað segirðu, hvað fór úrskeiðis í til dæmis fyrsta slappinu hjá þér? Hvað fannst þér vera? Bara, ég hefði átt að finna þetta beta fyrr og þá... Já, þess að þið gripu gripu niðri skiptum og... hönd og gripu niður. En síðan var það líka bara svona að treysta hægri fætinum aðeins meira þegar við erum að færa sig þarna inn í hornið. Já, það er einmitt það. Þetta var skemmtilegt að sjá, gaman að sjá Heimi klára hana og Hlynur náði hann beint eftir á. Hann hefur verið ósáttur með það en engan síður gleði að klára þessa leið. Já, hann var ansi ósáttur með að ná ekki sóninu. Já. En það lítur vel út fyrir Heimi. Já, heldur betur. Hann kom með 2 toppa bara seinustu leiðina eftir. Og nú sjáum við stelpurnar fara af stað. Hrefna var hérna að taka tilraun í þessari stóru sveifluhreyfingum. Þær virðast ætla að stoppa á fótagerupinu áður en þær halda áfram í miðjugripi. Já, mér sýnist hugsunin með þessari hreyfingu sé að sveifla sér yfir á fótinn með vinstri, skipta síðan hratt með fót, út með vinstri fótinn, lenda með vinstri og jafnvel tósa sig aftur áfram. Já, lenda með vinstri fæti og vinstri hendi og svo áfram beint í næstu hreyfingu og vera fljótur að spyrna sig út í þetta sé bara, sé allan að hugsa sem ein stór hreyfing, en gæti alveg verið að brjóta það þarna. Þórdís er að stoppa sig á fætinum með höndina ennþá á byrjunargripinu. Þetta í byrjuninni, því að hælkrók á hægra byrjunargripinu til að teygja sig yfir í. Hún er miðjunni vel. Já. Það er mikið vett að Jenner þetta. Hann er alveg með hæðina. Hann er með þetta. Magnús fyrir að stað, líklega til þess að taka eina stóra hreyfingu. Já. Ég er tilbúin í það. Bara að vera. Fyrsta tilraunin er líka oft, maður þarf svolítið að finna fyrir hreyfingunni, koma sér í gírinn og vera tilbúin að koma eitt almennilega. Já. Sjáu stelpuna reynda fyrst svona. Líka samt ekki alveg við það. Reyna þar að stoppa. Okay. Hún er alveg nálægt í að halda því. Já. Þá komum við að Heimi. Heimi er búinn að eiga frábæran dag. Fer hratt í miðjuna. Sjáum hann ákveðinn. Hann ætlaði bara að fara líklegast áfram. Já, hann ætlaði líklegast að fara áfram í lokgrip með vinstri höndina og snúa hægri höndinni og grípa í hægra gripið. Já. Þess má geta að Heimir sá ekki lausnina hans Garðar við þessu. En ef hann sér núna einhverja aðra gera þetta eins og Garðar, það væri helviti flott fyrir kallinn að sjá fleiri lausnir eins og þessa hjá Gunnari. Frábært hjá Gunnari. Og Gunnar toppar. Örgu toppi á Gunnari. Garðar. Já. Getur þú lýst fyrir áhorfendum hvernig er gott, eins og til dæmis í stelpuleiðinni, hvað er mikilvægast að hugsa þegar maður fer í svona hreyfingu? Eins og þær að reyna að stoppa hana, þá myndi ég hugsa að búa til svona stóra sveiflu, svolítið eins og Viktoría er að gera svona út frá veggnum og gera svona stóra hreyfingu inn að veggnum til að búa til hana jafnvægispunkt ofan á gripinu. En síðan er þetta reynda líka mikilvægt ef maður ætlar að halda áfram. Já. En mér sýnist flestar séu ennþá svona með hugsunum að reyna að stoppa hana ofan á miðjugripinu.
og skipta síðan bara hægt fót áður að hoppa áfram í næsta. Þarna fer Hlynur líka rétt með þetta. Hlynur fyrir léttmiss, mjög öruggt hjá Hlyn, en það er spurning hvort að stelpurnar, þetta er oft tilfinning hjá krökkunum að þau finna að þau geti mögulega stoppað á miðjugripinu, þá kannski reyna þau það. Á einhverjum tímapunkti munu þau líklegast annarkvort átt að segja á því að það er erfiðara svoleiðis og láta það bara vaða í stóru hreyfinguna beint frá byrjun. En nú sáum við Breka að fara í tilraun 2, hittir ekki alveg inn á dett svolítið langt frá veggnum og Hrefna er að búa til stóra sveiflu. Þarna er Hrefna alveg nálægt. Mjög flott hjá Hrefnu. Það getur verið erfitt ef maður er svona nálægt í að gera þetta statískt. Það getur verið erfitt að breyta þótt að væri kannski betra að reyna þetta dýnamískt. Það getur verið erfitt þegar maður er svona nálægt þessu svona statískt að skipta. Já, þetta er... Sérstaklega einmitt þegar maður hefur svona fáar tilraunir eins og þið hafið. Þetta eru bara 3 tilraunir. Já. Þetta er alveg gott dæmi að þegar maður er að hugsa svona leiðir, að þú ákveður hvernig þú ætlar að fara að þessu og svo bara gefur þið allan í það. Versta sem þú gerir er að vera með efasemdir hvernig þú ætlar að framkvæma hreyfinguna fyrir. Nú svo við Leó frá aftur af stað, gera þetta aftur statískt. Öruggur út. Og þarna komum við að generate upp í stóru hreyfinguna og þið sjáu það er ná mikilli hæð þarna, það er ekki alveg að stíga almennilega. Þetta er alveg erfið staða, er það ekki, að búa til sprengjuhreyfingu? Já, þetta er smá skrítinn því að það er rosalega létt að missa svona hæð hliðarnar sér út. En já, síðan er þetta rosalega mikið bara í fótunum að hoppa. Nú sjáum við Agnesi, hún nær að stoppa og er að reyna að pressa sig, passa sig. Lítur út fyrir að vera alveg frekar stöðug. Það er bara spurning hversu létt er að hoppa úr þessari stöðu. Já, það gæti verið erfiðar að... Standa á gripinu. Maður dettur svolítið út frá veggnum ef maður er bara svona að reyna að hoppa úr þessu. En heyrðu, Agnes nær þessu. Heldur betur vel gert hjá henni. Lætur þetta bara... Hún toppar. Já. Það er öruglega. Þá eru stelpurnar komnar með eina mögulega lausn á leiðinni og þá er spurning hversu margar leikið þetta eftir. Þá komum við Andra. Sterkur klifrari. Komin í miðjuna. Það var búið til sprengjuhreyfingu upp og sýnist hann raunlega að lag. Smá út. Eitthvað svona sem fór smá úrskýrðist á meðan að vera búið til hreyfinguna. Kannski erfitt. Það þarf ekki mikið. Já. Erfitt að sjá fyrir okkur hvort að vinstri fóturinn sé slæmur þarna til maður að hoppa á honum. En Benedetta fer þarna af stað. Ætlar að reyna þetta í einu. Já, þetta er svolítið erfiðara fyrir lægri klifrara að ná að ýta sér nógu langt yfir. Það hentar alveg svolítið betur hærri að geta svona bæði teygt sig út á gripið og ýtt sér svona alveg ofan á það til að mynda stöðustu. Einmitt. Katla virðist vera að taka lausnina hennar Agnesi. En datt smá frá veggnum. Það er ekki nýtt svona jafnvel. Og nú sjáum við Sævar sem átti frábæra tilraun áðan, mjög tæpur, fyrir að busta gripinn. Það þýðir bara eitt, hann ætlar að halda í þetta grip núna. Hann er búinn að þrífa það og Viktoría er hér að sveifla sér af stað. Það er stóra sveiflu, sýnist hann alltaf að gera þetta. Hún er ekki alveg ákveðin hvernig hún vill gera þetta. Sævar kominn í miðjuna og stillir sig upp fyrir næsta múr. Og rennur af fætinum. Þarna er komið að Heimi aftur. Heimi burstar fótinn vel, hann vill ekki renna. Bustar aftur gripið. Allir af sína eigin bustækni og vilja hafa þetta hreint. Já, sem gerir þetta líka mjög mikið svona andlega. Þetta er það. Þetta er mjög andlegt að busta. Segir þér svolítið bara svona, nú er ég að fara að grípa í þetta. Já. Gerir fyrstu hreyfinguna örugglega. Nær miðjunni og heldur þetta örugglega. Ég held að þetta sé sigur fyrir hann Heimi. Og þá er Heimir búið með allar 3 leiðirnar og
3 toppar. Og eini sem kláraði fyrstu leiðina sem þýðir það að hann taki hér sigur. Frábær frammistaða hjá Heimi. Virkilega vel gert, hann verður ánægður með þetta. Já. Gott að nú eru eldri strákarnir stressaðir, Heimir ungur og frískur. Já. Hann er ansi góður í slappi með mjög góða tækni. Heldur betur. Og styrkurinn líka að koma. Sjáu Hrefnu núna að reyna sama Agnesgerði, nær ekki alveg, en hún ætlar ekki að láta þessa tilraun vera búna, hún ætlar að prófa bara aftur. Hún bjargar sér mjög vel á hann. Og frábærlega vel gert hjá Hrefnu. Örugg þarna, hún er virkilega góð líka að halda sér nálægt veggnum í svona stöðum. Þá bara Leo kominn aftur svo með. frábærlega gert hjá Hrefnu. Nær hún topp á líka? Mér sýnist það. Hrefna lítur hún að styrkja sér rosalega og gerir þetta örugglega og nær þarna toppi. Frábærlega gert hjá Hrefnu og Þetta var æðist. virkilega snyrtilega gert. Góð síðasta tilraun. Þarna er Pétur að fara í sínu síðustu. Ætlaði að reyna að taka samhæfingarhreyfinguna, náði ekki alveg að lenda. Svo fann Andri ástæða. Hann hefur náði í miðjuna allavega síðasta skipti, líka fyrstu tilrauninni minnum mig. Þetta er smá vandræði með að fara úr miðjunu upp í næsta grip. Erfitt að generata þarna hreyfinguna og Það nær Nær- betur, örlítið betur, en kemst ekki alveg í græna og hvíta gripið. Þórdís tekur þennan sem er stöðu Agnes náði og hún náði líka í fyrstu tilrauninni sinni. Bara aðeins svona að reyna að koma hægri fætinu fyrir á gripinu. Þarna nær hún stöðu, sjáum hvort að bæði Hrefna og Agnes náðu leiðinni þegar þær náðu stöðu þarna. En það er alveg ekki samt búið. En bara hittir ekki alveg vinstri fætinum. Sævar er hérna, kominn á stað hægra megin. Er að búa til sprengjuhreyfinguna. Já, bara Nær ekki alveg nú að við halda. þetta aðeins að fara meira upp á gripið. Og mér sýnist stelpurnar að vera búnar, þær eru bara að leika sér núna í hreyfingunum Já. og strákarnir sömuleiðis. já, það er búið. Bara frábær frammistaða hjá krökkunum í dag. Stóðu sig öll mjög vel. Nú Virkilega gaman að horfa á þetta og nú sjáum við bara krökkunum að reyna hreyfingar aftur. áhugasamir klifrarar vilja ná þessum leiðum. Finnst þeim örugglega mjög skemmtilegar. Það er líka eitt af því skemmtilega við það að mæta á mót, að fá að prófa fullt af nýjum flottum leiðum. Svo bara þökkum við öllum fyrir að hafa fylgst með í dag. Það var bara frábær keppni og fyrsta mótið í þessari Unbroken mótaröð og það voru nokkuð brotnir í dag en kannski fleiri sem verða ekki brotnir næst. En það er að góða við þessi mót, maður verður alltaf betur og betri og þetta er góð æfing fyrir krakkana fyrir að keppa erlendum mótum og já, vonum bara innilega þegar við skemmtum ykkur eins vel og við. Já, takk fyrir áhorfið.